Fyrsti fyrirlesturinn í dag fallaforritun, en fallaforritun ein leið til að vinna með flækjustig. Þegar við förum að skrifa forrit, og við förum að skrifa forrit sem eru hægt að vera svona, eitt skjal af kóða, eitt skjal af CSS, eitt index HTML fyrir webforritun, þá fer þetta mjög fljótt að verða töluvert flóknara og það verður í raun hratt mun flóknara en maður myndi gera ráð fyrir. Og sama gildir með önnur umhverfi. Þegar við erum að vinna með Java forrit sem ekki bara ein Java-skrá eða Python forrit sem ekki bara eitt, þá fara flækjurnar að myndast. Og fallaforritun snýst það að búa til svona einhver einföld eða nota einföld föll til að gera flóknar hluti. Þannig að við erum að nota einhverju svona þekktar stærðir, þekkt föll til þess að vinna með gögn án þess að fara að búa til einhver sérstök heimasmíðuð, forrituð föll til þess að vinna með þessi gögn. Þannig að við þurfum að leita í einhverjum lista af hlutum og í staðinn fyrir að búa til einhverja forlykkjur með einhverjum sérstökum leitaföllum, þá getum við nota föll sem eru til og eru þekkt til þess að blanda þeim saman til þess að ná sömu niðurstöðu. Þannig að við erum að búa til svona abstraktionir ofan á það sem við erum að gera. Þannig að þetta svona eitthvað sem við erum búin að sjá og gera svolítið og skrifa svolítið, bara svona einföld forlykkja. Og þá þurfum við alltaf að hugsa hérna, hvað ég að gera? Ég að ýtra í gegnum tölur til þess að prenta út tölur. Ég að telja frá 0 og upp í 9. Okay? Þessi lykkja að segja á sem besta máta að ég sé að telja frá 0 og upp í 10? Til þess að lesa það, þá þurfum við að parsa hérna, það verður að byrja í 0, það verður að telja upp að ekki 10, sem minna en 10, og það verður að hækka y og það verður að logga út y. Þannig að það má alveg segja að þetta alveg skýrt, en svo komin 2 if-setningar inn í þetta og einhver auka lógík og þá fyrir þetta að verða meira svona hvað að gerast. Þannig að þá getum við búið til eitthvað svona abstraction ofan á þetta. Í staðinn fyrir að gera þetta bara frá 1 og upp í 9, þá getum við sagt hvað við gerum þetta bara frá 0 og upp í n. Þá bara ef ég vil fara upp í 2 eða 9 eða 100, þá ég með fall sem reddar því fyrir mig. Og þá erum við komin með þetta abstraction hérna í þetta repeat log. Og þá náttúrulega kemur sér næsta spurningin, en hvað ef ég vildi bara gera eitthvað, ekki eitthvað ákveð console log, heldur bara eitthvað fyrir tölurnar frá 0 og upp í n. Og þá getum við nýtt okkur þessa virkni í JavaScript að geta tekið föll, og föll eru bara gildi og við getum sendt þau fram og tilbaka og sendt þetta action sem við vildum framkvæma n-sinnum inn í fallið sem við erum að nota. Þannig að þá getum við sagt fyrir n-skipti vil ég framkvæma action og þá erum við aftur með þessa forlykki sem við byrjum með, nefnum í staðinn fyrir að vera með sérstaklega console log hérna, þá erum við með þetta action sem við tökum sem argument inn í fallið og keyrum það fyrir hvert gildi sem við erum að senda inn. Þannig að þarna erum við komin með ennþá meiri abstraction núna á þetta. Við erum í raun farin að segja, nú erum við komin með eitthvað almennt fall sem heitir repeat og það getur endurtekið eitthvað action eins og ofta við viljum. Og þá næst þegar við þurfum að gera eitthvað n-sinnum, þá þurfum við ekki að fara að byrja á því að skrifa lykkjuna hérna og bæta síðan inn einhverju þessu og vera kannski með 20 svona lykkjur í staðinn fyrir getum við bara greipið í þetta hjálparfall okkar, repeat og nota það til þess að endurtaka eitthvað n-sinnum. Þá getum við nota það til þess að telja eitthvað hérna verið að telja fyrir einhverja labela sem við viljum kannski prenta út eitthvað og þá getum við nota þetta með arrow function hérna. Þannig að þá erum við að taka inn y, af því að y það sem var sendt inn í þetta action hérna. Þannig að það verður hér. Þannig að þetta hérna fall getur tekið færibreytuna y og unnið þá með það y sem í gangi í talningun okkar. Þannig að við getum búið til hérna þetta nafnlausa fall hérna sem notar scoping. Það hefur aðgang á þessum labels fylki hér og bætir við þetta fylki unit y plus 1 frá 1 og upp í 5 og við endum með fylki sem með þessu. Þannig að þannig erum við í raun að nota síðan þetta abstraction í eitthvað annað verkefni. Og þá tengt svona fallaforritun og þessu eru
æðri föll eða higher order functions og föll sem eru higher order eru skilgreind þannig að þau gera annarkort að minnstu kosti annað af því að taka inn eitt eða fleiri fall sem argument. Þannig að þetta repeat fall okkar var þá higher order function, það tók inn fall eða þau skila falli eða þau gera bæði. Þannig að higher order function getur ekki tekið inn fall en skilað falli. Og þá eru svona önnur föll eru á fyrstu stétt, sem mann ekki hver anskórið fyrstu stétt, bara svo flott. Hér annað dæmi að við getum búið til almennt fall til að athuga hvort að tala sé stærri en n. Þannig í staðinn fyrir það að þurfa að búa til, þetta er alltaf svolítið lélegt dæmi, en þetta er svona til að sýna þessa hugmyndafræði, að það er ekki oft sem að myndi vera að búa til eitthvað svona nákvæmt hjálpafall, en það geta tekið þetta og búið til greater than 10 sem er fall, hérna, og nota það síðan til að bera saman við einhver önnur gildi. Þannig að það sem er að gerast hér er við búum til, við köllum í fallið greater than sem tekur inn n sem argument og hérna skilum við falli. Þetta er einfaldasta formið á þessum arrow functions, þar að segja við tökum bara inn eitt argument og við skilum strax segð. Þannig að við þurfum hvorki að hafa sviga utanum argumentið, nýja curly brackets utanum bodyið á fallinu. Þannig að við skilum falli sem býr til lokun, closure, yfir n-ið hér og tekur inn m-ið í þessu nýja falli og skilar true eða false eftir því hvort m sé stærra en n eða ekki. Þannig að þá, þegar við köllum hérna í greater than 10 með 11, þá fer 11 inn hérna sem argument í þetta m og segðin okkar spyr er 11 stærra en 10 sem það er og við fáum tilbaka true. Síðan getum við farið að blanda saman þessum föllum. Þannig að við getum búið til nýtt fall sem heitir unless sem tekur inn eitthvað test og fall og keyrir þetta fall hérna í then þá því aðeins að test sé hérna truthy. Og við getum þá sameinað þessi tvö föll hérna og sagt frá 0 og upp í, endurtaktu 3 sinnum, taka 3, taka n hérna, senda það inn í þetta hérna fall sem athugar ef að n er slétttala, þá köllum við í þetta fall hérna, sem er þá fallið sem fer hérna inn í then, og prenta þá út n is even. Þannig þá erum við fall, sem tekur inn fall, sem tekur inn fall, hérna. Og þannig erum við að búa til svona nýjan dialekt til þess að lesa forritun okkar úr. Þannig að endurtaka 3 sinnum, þá því aðeins að þetta er þá þetta. Já, þetta er öfugt hérna. Þannig að svo lengi sem að þetta er falsi, þá er þetta keyrt. En svo er kannski ekkert svakalega sniðugt að vera öll að búa til okkar eigin eitthvað svona, já, mér veist hérna, repeat eða, ég veit ekki, endurtaka, ég tala íslensku eða eitthvað svona fyrir nöfnum á föllunum. Þannig að við ættum hugsanlega að nota eitthvað svona stöðluð föll sem eru bara til. Og þau eru til nokkur og fleiri skilgreind með ECMAScript 6. Þar meðal er for each sem er aðgerð á fylkjum og það er higher order fall sem leyfir okkur að ýtra yfir fylkið með einhverju falli. Og þetta virkar eins og forlíkja en getur verið læsilegra í sumum tilvikum. Þannig að oft erum við með eitthvað fylki og við viljum búa til forlíkju sem að ýtrar í gegnum lengdina á fylkinu og þá getum við oftast notað for each í staðinn. Þannig að þá er þetta dæmi sem við vorum með hérna til að búa til eitthvað svona hjálparfall, til þess að búa til element og bæta börnum við það. Og þá var for off lykkja hérna, sem er svona vandræða lykkja út af því að hún er ekki að fullu stödd í öllum vöfrum og ekki auðveldlega polyfilluð, eins og við skoðum eftir. Þannig að þá getum við í staðinn nota hérna children for each
Þannig að við fáum inn argumenti hérna name sem nafnið á elementinu sem við ætlum að búa til. Síðan athugum við rest parametrin hérna, inniheldur hann eitthvað og hann array, athugum children array. Ef svo þá hefur children aðgang að for each aðgerðinni eða methodinni á children fylkinu. Þá getum við sagt fyrir hvert barn keyrðu þetta fall hérna sem athugar hvort child sé strengur. Ef svo bæta við textnóðu á elementið okkar, annars að bæta við childinu. Og síðan að lokum þá skilum við þessu elementi sem inniheldur þá það element sem var búið til hér sem með öllum börnum sem voru skilgreind í children. Síðan annað sem hrein föll, en það eru föll sem skila alltaf sama úttaki fyrir sama eintak. Þannig að sama hvað við sendum inn í fall, þá munum við alltaf fá það sama útöðu. Og það þýðir þá að úttakið veltur ekki á stöðu eða upplýsingum fyrir utan fallið. Það alveg óháð umhverfi sínu. Og að fallið veldur heldur ekki neinum breytingum á umhverfi, hefur engar aukaverkanir. Eða á ensku side effects. Þannig að þetta getur til dæmis verið að reikna 1+1. Það augljóslega tekur engar stöður upplýsingur úr umhverfinu og breytir engu í umhverfinu. En hins vegar það að skrifa eitthvað á disk, fall sem gerir það að valda aukaverkunum að því að það skrifar eitthvað á disk einhvers staðar. Eitthvað sem að notar math random ekki hreint fall af því að það tekur inn í raun random gildi sem breytilegt fyrir hverja kistlu á fallinu. Og að skrifa hrein föll eins og við getum og að reyna að einangra þessi side effect á einn stað eitthvað svona sem maður kemst að eftir því sem maður forrita meira rosalega sniðugt af því að þegar við erum með hrein föll þá miklu auðveldara að tala þau rökrétt. Það ekki bara eitthvað eftir því hvað dagur í dag eða eftir því hvað að gerast í einhverju umhverfi sem ég fæ mismunandi úttak úr þessu falli. Ég veit að alltaf þegar ég sendi inn þetta, þá fæ ég út þetta. Þá getur maður síðan í framhaldinu farið að búa til test sem athuga það að bara codifæja það. Ef ég sendi þetta inn, fæ ég ekki örugglega út þetta. Og svo getur maður gert það fyrir enn fleiri hluti og verið með 20 ef ekki 100 testa fyrir föllin okkar sem við getum keyrt bara á engri stund og vitaðurinn að forritið okkar svona að mestu leyti að haga sér eins og við gerum ráð fyrir þegar við skrifum það. En kostur þess að nota fallaforritun að við getum hugsað meira abstrakt. Við þurfum ekki að vera að hugsa það að skrifa nákvæmlega einhverja lykkjur. Við getum blanda saman þessum konseptum og hugsa svona á hærra stigi innan smá gæsalappa. Og við þurfum þar af leiðandi ekki að vinna úr við höfum minni hávaði til þess að hugsa. Við þurfum ekki, það ekki mikið að vera af einhverjum svona breytum eða lett eitthvað, minna en for eitthvað. Og við förum að vinna meira með upplýsingarnir eða gögnin sem við viljum actually vera að gera eitthvað með. Og við getum gert þetta fyrir hellinga af svona venjulegum aðgerðum. Það eru til grunnföll í málinu, það að segja í JavaScript. Og þessar aðgerðir eru til dæmis every sem að athugar fyrir fylki fallið sem að gefið á það við öll stök í fylkinu og sum á það við eitthvert, öll hérna og eitthvert hér. Map sem að tekur þá eitthvað fylki og eitthvað fall, eitthvað möppunarfall og kastar fylkinu með þessu falli yfir í nýtt fylki sem að það sem búið að beita þessari aðgerð á hvert stak og reduce sem tekur þá fylki og vinnur sig eftir einhverju falli í það að gera fylkið að einu gildi og það frá vinstri en ef við viljum gera það frá hægri byrja aftast þá getum við notað reduce right filter þar sem við getum athugað fyrir fylki hvaða stök standast eitthvað próf sem við sendum inn og við fáum þessi stök tilbaka sem standast þessi próf.
Þannig að með sum og every þá getum við verið með eitthvað fylki hérna á tölum. Við getum búið til þetta test hérna sem spyr er n minna en 10 og fyrir öll stökin þá eru þau ekki öll undir 10 en einhverjir þeirra eru það, þannig að every skilar false and sum skilar true. Fyrir reduce þá getum við notað það til að leggja saman stök í fylki. Reduce er svona aðeins meira. Það sem að það gerir er að það tekur inn fallið sem að reducear fylkið. Þannig hérna er fallið okkar að taka inn A og B sem eru þá A er stakið sem er verið að skoða núna, B er summan sem komið er, eða accumulatorinn, það sem er búið að accumulata nú þegar, og það skilar niðurstöðu sem verður þá accumulatorinn í næstu ítrun og síðan kemur hérna í raun byrjunargildrið á þessu B. Þannig að fyrsta ítrun með reduce á þetta nums-fylki mun athuga 1 sem A, 0 sem B og segir þá 1 plus 0 eru 1 og þá eru þá 1 hér, 2 plus 1 eru 3, 3 plus 3 eru 6, 6 plus 4 eru 10 og svo framvegis þangað til að búið að fara yfir hvert einasta stak og alltaf bæta inn í þennan accumulator hvaða gildi er þangað til við síðan klárum öll stökin og endum með eitthvað gildi sem er skilað og í þessu tilfelli 45. En þetta þarf ekkert endilega bara að vera tölur, við getum líka unnið þetta með strengi. Við getum útfært okkar eigið array join sem að tekur í raun stök og fylki og bætir því saman þannig til að við fáum endum með eitt streng eða við getum notað þetta og skilað einhverju fylki og þetta er afskaplega kraftmikið fall og þau eru oft notað saman með map til þess að taka einhver gögn, varpa þeim yfir í einhver ný gögn og síðan takmarka þau gögn niður í einhverja eina upplýsingu, eitthvað eitt sem við viljum vita. Þannig hérna getum við notað map og reduce saman til þess að margfalda fylki af tölum með 2 og leggja saman öll stökin. Þannig að þá kerum við map hér sem skilar okkur bara 9, þar sem að kemur þá út af þessu hérna verður nýtt fylki þar sem í staðinn fyrir 1, 2, 3 verður við með 2, 4, 6 og svo framvegis sem við síðan reduceum niður í eina tölu sem verður 90 sem er summan af þessu sem 2. Filter getum við síðan notað þegar við erum með einhver spurningu gögn, hver af þessum gögnum uppfylla X og í þessu tilfelli hver af þessum litum hér eru innihalda blue að einhverju leyti. Hérna höfum við blue, red og dark blue og að keyra filtera þetta mun skila okkur blue og dark blue, filtera út red og light red af því að við spyrjum fyrir C sem var þá blue er C index of sem spyr hvar í strengnum C kemur blue fyrir. Í þessu tilfelli kemur blue fyrir í 0. staf, þannig að við fáum í raun þetta er true út af því að þetta verður jafnt og 0. Þetta verður -1 hér af því að það kemur hvergi fyrir í strengnum. Þetta verður 0, 1, 2, 3, 4, 5 hér, það sem þetta kemur fyrir hérna og aftur -1 hérna. Og síðan hérna kannski svona aðeins raunverulega dæmi en hérna er einhver áskaplega langur texti af lorem ipsum sem er með punktum og hér byrjum við að segja fyrir textan búin til fylki þar sem við splittum textunum á punkti, þess að skiptum upp þessum texta í setningar, tökum fylki af setningum, við getum skoða þetta bara. Þannig að fyrsta skrifið verður hérna, þetta er textin okkar og við gerum text split því að við fáum fylki með 18 stökum, þar sem er í raun hver einasti partur sem er með hver einasta setning í þessu
og síðan möppum við yfir þetta fylki þar sem við segjum trim sem fjarlægir öll white space framan af og aftan af strengnum og spyr síðan hvað hann langur. Þannig að þá fáum við hérna fylki sem aftur með 18 stökum þar sem við erum með lengdina á hver einustu setningu. Og síðan reduceum við og við reduceum þannig að við segjum previous og current í staðinn fyrir A og B og ef að current, stakið sem við erum að skoða núna, stærra en fyrra stakið þá skilum við current, annars skilum við previous og byrjum með 0. Þannig að við erum að fara í gegnum listan og við erum að velja stærsta gildið. Við byrjum með 0, við sjáum 55, 55 stærra en 0, 55 stærsta gildið sem við séð. 42, 42 minnum 55, 55 ennþá stærsta gildið. Og förum svona áfram niður listan, þá til við finnum í raun hérna 101, sem síðan aftur hérna, en það ekki stærra, en við endum með að 101 lengsta setningin í þessum texta sem við erum með hérna.